renna næst yfir mótilskák í afbrigðinu með E3 í fjórða leik. Og þetta er skák frá árinu 2001. Viswanathan Anand hefur hvítt og Alexander Morisevich hefur svart. Morisevich teldi Stepanenko afbrigðið nokkuð mikið á tímabili og þessi skák var býsna þekkt, glæsileg vinningsskák hjá Morisevich. Eftir A6 þá kom biskup D3 hjá Anand og Morisevich lék þá biskup G4 og hér lék Anand drottning B3 sem hótar B7 peðinu strax. Morisevich drap á F3 og ég hef áður nefnt að drottning drepur B7 er ekkert sérstakur leikur í þessari stöðu. Þannig að Anand drap tilbaka með G-peði og þá kom Morisevich með hennan hrókur A7 leik sem við höfum séð áður, sem lítur svolítið skringilega út, en í mörgum tilfellum er þessi hrókur tilbúinn að fara seinna á reiti á 7. reitaröðinni. Hér hafði áður verið telt drottning C7 og E6, en hrókur A7 er svolítið skemmtilegu leikur. Eftir riddari C3 þá lék Morisevich E6. Nú kom drottning C2 og biskup E7. Anand lék núna biskup D2, er tilbúinn að hrókara langt og reyna að fá mótspil á kongsvagnum. Morisevich var ekkert smeykur og lék hrókaraði stutt og hér hrókaraði Anand langt. Annar möguleiki fyrir Anand í þessari stöðu hefur verið að læsa miðborðinu með að leika C5 með hugmyndinni að leika F4 í framhaldinu. Hér kom eftir langar hrókun hjá Anand kom riddari BD7. Hér hefði Morisevich líka getað drepið á C4 og leikið B5 sem að virkja þá hrókin eftir 7. reitaröðinni. Framhaldi geti verið biskup D3, C5 og hrókur D7. Svartur verið ágætt færi. En Morisevich lék riddari BD7 eins og ég segi og nú kom C-drepið D5 hjá Anand. Hér lítur E4 býsna vel út fyrir hvítan. Þá ætti svartur að drepa á C4 og leika svo B5 eins og áður og C5 og fær ágætis mótspil hérna. En Anand drap á D5 og Morisevich drap þá með C-peði. Hann vill reyna að nota C-línuna eðlilega gegn hvíta kongnum. Nú kom E4 og þá kom athyglisverður leikur hjá Morisevich. Hótun hvíts er auðvitað að leika E5 og hirða peðið á H7 í framhaldinu. Svartur getur leikið G6 í þessari stöðu til þess að styrkja kongstöðuna sína. Hann getur líka leikið B5 og svarað E5 með að leika B4 sem leiðir af sér athyglisverða stöðu, en hann lék þessum leik kongur H8 og nú kom E5 og svartur fór með riddarana H5. Leyfir hvítum bara einfaldlega að drepa peð á H7 og við sjáum eftir biskup drepur H7 þó að hvítur sé búinn að hirða hérna peð, þá er nú hvítur ekkert að fara að máta svartan alveg strax og svartur flýtir sér í að búa sér til mótspil, leikur B5 og er tilbúinn að sækja eftir C-línunni eftir til dæmis B4 og hrókur C7. Anand lék hérna kongur B1. Einn möguleiki sem hann getur dottið í hug þessari stöðu er að drepa hérna D5 og svara E-drepið D5 með drottning F5 sem hótar auðvitað riddaranum á H5. En hér getur svartur leikið riddari H til F6 og eftir uppskiptu F6 þá sjáum við að biskupinn á H7 á enga flottaræti. Þannig að Anand lék skynsömum leik sem er kongur B1 og Morisevich lék þá hrókur C7. Og hvítur hefur tapað smá tíma í því að hirða þetta peð á H7 og svartur hefur eiginlega hrifsað frumkvæðið hérna þó hann sé peð undir. En nú kom drottning D3 og biskup G5 hjá Morisevich og hér gaf Anand peð tilbaka með að leika F4. Við sjáum að ef að hvítur leikur til dæmis H4 í þessari stöðu þá getur svartur leikið biskup drepur D2 og svo er hrókur drepur D2 með að leika hérna F5. Við förum tilbaka ef að hvítur leikur biskup E3 þá getur svartur
drepið á E3, leikið drottning G5 og svarar hrókur G1 með að leika drottning H6 og nú aftur biskupinn á H7 í vandræðum. Þannig að Anand kaus að gefa peð tilbaka með að leika F4 og þetta drap Morozevich og eftir uppskipti á F4 þá leik Anand drottning E3 sem voru mistök. Hann hefði líka getað leikið drottning G3 og svarað riddari H5 með að bakka með biskupinn á D3 og við sjáum að þetta er drottningafórn en eftir uppskipti á G3 þá hvítur gangandi þráskák. Þannig að drottning E3 var ónákominn leikur hjá Anand því að Morozevich svaraði þessu með að leika drottning H4 sem að þvingar biskupinn til að fara tilbaka og hér gerði Anand aftur mistök. Hann hefði átt að fara með biskupinn sinna á D3 en fór með hann á C2 þar sem hann stendur ekki vel, aðalega vegna þess að núna tvöfaldaði Morozevich hrókana á C-línunni og hótar þá að leika B4 og ef að hvítur kemur í veg fyrir það með að leika A3 þá kemur riddari B6 og við sjáum að riddarinn er á leiðinni á C4 þar sem hann hótar drottningunni og hótar þá líka að taka á A3 eða B2 eftir aðtökum. Þess aftur eru mikið frumkvæði í þessari stöðu. Þannig að eftir hrókur eftir C8 þá ákvað Anand að leiðrétta mistökin sinn og fór með biskupinn þá aftur á D3 en hefur þó tapað mikilvægum tíma og Morozevich notar sig að það með að leika hérna strax riddari B6. Annar athyglisverður möguleiki fyrir Morozevich í þessari stöðu var hrókur drepi C3 en eftir B drepi C3 og hrókur drepi C3 og drottning G3 drottning H6 þá getur hvítur tekið hérna á B5 og vinnur eftir þessi uppskipti hérna á drottningum þar sem að allt er í uppnámi á svörtum. Það er oft talað um það að sé ekki sérstaklega skynsamlegt að vera að fórna í betri stöðum þannig að hrókur drepi C3 er óþarfi fyrir svartan, hann leik bara riddari B6 sem er betri leikur. Nú kom riddari E2 hjá Anand og Morozevich drap þá á D3 og eftir hrókur drepi D3 leika riddari C4 og sjáum að hvítastaðan er mjög hættuleg. Það er að segja að hvítur er í miklu vandræðum. Nú kom drottning F3 og núna mjög góður leikur hjá Morozevich. Hann hefur mikið sóknarfæri á drottningavægnum en leitar sérna eftir uppskiptum á drottningum sem er dálítið athyglisvert. Og uppskipt á drottningum eru mjög slæm fyrir hvítan í þessari stöðu. Þessi leikur drottning E3 er mjög óþægilegur vegna þess að setur pressu á bæði drottningavænginn og kongsvænginn og bein hótun í þessari stöðu hjá svörtum með riddari D2 skák sem að vinna drottninguna út af leppin hróksins. Þannig að Anand drap á E4 og eftir D3 byrja E4 og skákaði hann hérna H3. Hann hefði líka getað leikið hrókur C3 þá hefði svartur leikið B4 og eftir hrókur C til C1 getur svartur skákað hérna á C1 og farið með hrókinn sem er á C2 og í þessari stöðu hefur svartur töluvert betri stöðu. Þannig að hrókurinn fór hérna H3 með skák, þá kom kongur G8 og nú gerði Anand síðustu mistökin í skákinni leikur hrókur D1. Hann hefði átt að leika riddari C3 og getur þá svarað hrókur D8 með að leika hrókur D1 og kemst það út í örlítið verra endatafl hérna eftir hrókur D1 skák, kongur C2, hrókur D2 skák og hrókur drepur F2 og riddari drepur A6 og riddari drepur E5. Svartur er peði yfir á ágætis vinningsmöguleika. En eftir kongur G8 þá leika hann hrókur D1 og virðist einfaldlega bara hafa mist af þessum leik svarts riddari drepur B2. Við sjáum að eftir kongur drepur B2 kemur hrókur C2 skák sem að vinnur riddarann á E2. Svartur hrókarnir verða mjög virkir og hvítu kóngstaðan alveg hrikaleg og hvítu peðin á annar riddarauðinni eru gott skotmark fyrir svartur hrókarnir í framhaldinu. En eftir riddari drepur B2 þá gafst Anand upp. Ég held að lykillinn að sigri Morozevich í þessari skák hafi verið hvernig hann bæði varðist á kóngsvagnum og sótti á drottningavagnum. Við sáum að eftir E4 hérna í miðtöflunum þá gaf hann bara peðið sitt á H7 með kongur H8 og hvítur tapaði mikilvægum tíma í því að hirða peðið og svartur bjóð sér strax til mótspil með að leika B5 og virkja hrókinn sinn á C7.
Takk fyrir þetta.